Selma hefði unnið á sínum tíma. Það er geðvegt. En stundum pældi ég, þú veist, ef hún hefði verið með gítar, það er svona einu á sviðinu með þetta, heldur hann hefði ekki unnið. Það hefði verið meira svona eins og, þú veist, Nicole þarna frá Þýskalandi, 81. Ambition, freedom. Ó nei, Stefán. Þú taka næstu afgreiðslu. Nei, ég er að panta inn. Jú, ég fæ alveg bara Eurovision útbrot. Ég þarf of mikið að fá þér báðar inn í einu. En samt, ég meina eins og gæla það að shade, lady, þú veist, hún var ekki til þetta. Hún satt í öðru sæti. Já. Góðan daginn. Góðan daginn, heyrði, það er lokað. Nú? Já. Hún ekki að fá afgreiðslu bara hérna rétt þaðan? Já. Alltaf það er opið. Ok, ertu með góðan Eurovision bræðara kannski? Já, þetta er svona rómantískan Romeo. Romeo. Þið verður bara að vera snakkar ákveð ykkur. Vil ég gamlan eða nýjan og það er bara hægt að fá lítinn. Bara gamlan, bara lítinn, já, ok. Tvo litla. Já. Bíddu. Halló. Hæ. Friðrik koma. Það er reikinu. Já. Eva, manstu hérna eftir textorinn hjá Svíðum 84, er Friðrik? Já, Diggilú, Diggilei, Trygg og mein og ég gór í mínu júlesku. Já, voru búin að skrifa Gulni. Nei, það er Júlnis. passa sig. Já, Júlnis. Ætla að hætti sérpunni? Ekki sjálfsögur. Æði, ok. You're cool. Bye. Ok, takk. Hérna, hann ætlaði að hætti sérpunni. Hérna. Þið fóðu bara ókipis. Takk fyrir. Bless. Já, bless. Ædollan. Þú er Júrafan alveg bara. Með gleraugun og... En við höfum ekki fengið einn sem við höfum ekki verið að vinna í þessum þætti. Ekki Líka ókipis bara. 50. Það eru bara óbúslega margir, eða bara, já. Sem að dýrka þessa keppni. Eiginlega allir skilur sem maður hittir. Stefán, komdu með augndrópana. Og asmalifið. Á Eurovision.tv, Carnival og... Heppnar.